Það sem við ætlum að halda það áfram með núna að tengja þessa auðkenningu við, og það sem við ætlum að nota þessi tafla fyrir notendur. Við ætlum bara að afrita hana hérna og nú sjáum við að við erum aðeins að bæta við það sem við erum búin að setja út. Þannig að við horfum á það sem er komið núna hérna og er keyrandi þessari slóð. Þetta er útgáfa 0,1. Þá þurfum við að hugsa, ok, það er einhver farin að skrifa inn athugasemd, við viljum ekki bara droppa töflunni og búna til aftur á því, þá erum við að fara að tapa gögnum. Þannig að við þurfum að fara að hugsa um það að geta einhvern veginn bætt við hana. En við ætlum ekki að leysa það vandamál alveg strax, við ætlum bara að gera það í höndunum. En það eru leiðir til þess að búa til svona migration á gagnagrunni. En það sem við ætlum að byrja því að gera er í raun bara afsakið, er að gera þetta í höndunum. Við ætlum bara að setja þetta inn hérna og ég ætla að setja þetta locally hjá mér. Sjá hvað heitir hún þarna. Þannig ég ætla bara að búa til töfluna. Já, ég gleymdi að henda út þessu komið þarna. Svona. Og ég ætla að inserta inn í hana þessu gildi. Og þá er það komið. Og þá er ég með þetta núna keyrandi hjá mér. Þannig að ég kom með þessa töflu til að geyma notendur í. Ég kom með einn notenda sem heitir admin. Og nú ætla ég að reyna að gera þannig að ég geti búið til einhverja slóð þar sem að ég get nýtt þetta. Ég get í raun aðgreint á milli mín sem einhvers notenda sem er bara óauðkenndur og er hérna, og svo þess að vera þessi admin notandi, að vera einhver auðkenndur notandi. Og við ætlum að nota passport í það, og passportið er svona kerfi sem að sér ýmsa þessum hlutum að passa upp á að það sé póstarétt og það sé tekið og það sé athugarétt og eitthvað svona bókhaldi kringum þetta. Og við þurfum þá að setja upp hérna passport og passport lokal, en eins og við höfum séð annars staðar, þá getum við verið með hérna passport GitHub, passport Twitter, passport eitthvað og nýtt auðkenninguna móti því. Þannig að við ætlum að taka það á milli líka og við ætlum bara að leyfa því að installast hérna, install. Þá þurfum við að vista þetta, því þetta er eitthvað sem við verðum að hafa fyrir forritið okkar, þannig að þetta verður bara dependency á forritinu okkar. Og það er komið núna, við erum eitthvað að athuga hérna. Þannig að sjáum við tengt örygginu að það er einhverjir high severity vulnerabilities í einhverjum af pökkunum okkar. Það er ekki gott, þannig að við getum verið sidetracked hérna og við getum gert npm audit. Og þá er þetta partur af þessu svona sjálfvirku kerfum sem eru búin að koma upp á mörgum stöðum. Til dæmis inn í npm í GitHub fyrir Docker, þá verkfæri sem heitir Snyk sem gera það sama, athugar allt Docker image sitt. Heyrðu, þú ert að keyra hérna þessa útgáfu, hún er ekki örugg, þetta er uppfærna. Allavega, þá leyfa þessi tól okkur alltaf að keyra eitthvað audit og þá sjáum við hérna, aha, copy clear dependar á copy sem dependar á globby sem að dependar á fast glob, og það dependar á glob parent sem er með vulnerable version. Þannig að þarna er í raun einhvers staðar búið að segja pakki sem við notum, sem notar pakka, sem notar pakka, sem notar pakka, þar er vulnerability. Og þá þurfum við bara að taka ákvörðun. Ok, þá getum við bara sagt hérna audit force sem er í raun bara fer í gegnum allt hérna package loggið okkar, finnur allar uppfærslur sem eru í raun bilaðar, og þú veist, það getur verið hérna, þetta er bilað, þannig að hún bara uppfærir þetta hérna og er ekkert að hugsa um það að brjóta í raun breaking changes. Hún myndi fara upp í útgáfu 8 ef við myndum segja þetta force. En við myndum bara að prófa að lifa á brúninni út af því að við erum með package log í GitHub, þá getum við alltaf, í Git, þá getum við alltaf hérna bakkað, þá séum við erum ennþá með eitthvað, þá getum við ekki að, ok, erum við með einhver outdated dependency. Ok, já, ok, við erum að keyra hérna
8,7 af ESLint, 8,8 er komið, Jest 27,4, það er komið 27,5 og sjáum hérna að þetta er rautt. Þannig núna er svona verkefni hjá okkur að fara inn og uppfæra þessi dependency. Af því að ég hef ekki gert það núna í 4 vikur og það þýðir bara að þessi hugbúnaður er búinn að þroskast og þróast á þessum 4 vikum. En ég er ennþá bara með gömlu útgáfuna og ef gamla útgáfuna með villu og ég uppfæra hann ekki, þá gæti einhver á einhverjum tímapunkti ráðist á mig í gegnum það. Nú erum við að horfa á að þetta er hérna, ok, PG er eitthvað sem við erum með sem actual dependency sem við vitum að keyrir í production og .env, en hitt er allt bara eitthvað sem keyrir bara á vélinni minni. Þetta er bara dev dependency, þannig ég er ekki alveg stressaður með það. Þannig við ætlum bara að leyfa þess að liggja eins og er. Þannig að við vorum komið með hérna passport. Þá þurfum við að tengja það við appið okkar og það sem við viljum að gera er í raun bara að fá hérna fullt af kóði. Ég ætla bara að labba aðeins í gegnum hann með okkur eftir. En við þurfum líka einhver hjálparföll hérna. Ég ætla að taka þau líka og ég ætla að fara hérna í lib users, henda þessu bara inn hérna og ég ætla að fara svo hingað og fá þetta og fara hingað. Síðan ætla ég að gera bara nýjan hérna svona og minnkandi með þetta þannig að aðeins stæðilega að sjá þetta. Þannig að það gerir þetta frekar hratt bara þegar við fórum betur í gegnum þetta í dæminu sem við vorum með. En það sem okkur vantar hérna er í raun þessi hjálparföll. Hjálparföllin hjálpa okkur að finna nótuna og tengjast við gagnagrunninn til þess að vita hverjir eru það sem eru í raun að fara að reyna að lokka sig inn. Þannig að við gerum svona og við erum komið með þetta hérna og nú kvartar bara þegar ég er með unused imports. Við lögum það. Svo ætlum við að vera með eitthvað session secret hérna. Það minnir mig á, ég glemdi að installa express session. Þannig að ég ætla að gera það, express session og express session notar cookies til að viðhalda þessu session gildi á milli HTTP requesta. Þannig að þegar við erum búin að útfæra auðkenningun okkar, þá verður þetta cookie hjá clientnum sem að cookie verður alltaf að fara á milli og cookie er lykillinn því að segja hérna, hei, manstu, ég er sá sem að authenticata þessi þarna, ég er admin. Hér er það sem að treysti því. Og það er partur af þessu sem að passport sérum fyrir okkur, er að viðhalda þessu bókhaldi og passa upp á að sessionin sé í lagi og allt þetta hérna. En við þurfum síðan eitthvað session secret af því að það er geymt sem dulkóða gildi eða hassa gildi. Þannig við bætum því við hérna. Ég ætla ekki að setja það strax í envi, ég ætla bara að setja eitthvað bull hérna sem ég ætla að taka og laga síðan seinna. Nú gerist það aftur eins og gerist alltaf. Hún henti út unused importunum mínum. Setjum við henni aftur hérna. Hún kvartar yfir þetta sé ekki notað. Svo er stundum gott að setja svona varnagla. Því við vitum að þessi gildi eiga að vera til. Ef þau gleymast, hvort sem það er hjá einhverjum í teiminu okkar sem er að fá að keyra þetta. Í staðan fyrir að þau séu eitthvað að reyna að debugga, þá séu það bara kemur bara villa. Þú gleymdir að setja upp env. Það vantar. Við þurfum að nota body passurinn. Við erum nú þegar að nota hann hérna. Því að við vorum að taka við body hérna fyrir kommentin okkar. Við þurfum að nota session. Við setjum það hérna fyrir neðan. Við þurfum að importa session. Þannig það kemur hér. Síðan komum við í þessar tengingar við passport. Þannig við þurfum eitthvað strategy sem við notum til þess að athuga hvort að notandi sé til eða ekki. Og við skulum bara setja það hérna. Svo þurfum við að segja að passport haga sér svolítið svona eins og express, það með þetta use-fall. Þá erum við að fara að segja við passport hérna. Passport, þú ætlar að nota ég glemdi reyndar að importa passporti, gerum það, passport hérna, import passport, svona, að passport er að fara að nota, glemdi líka strategínu, svona, en við segjum við passport, þú ætlar að nota strategy sem kemur frá þessu passport local, þú ætlar að horfa á username field sem heitir username og password field sem heitir password. Því að þá þaðan mun
passport leita að póstuðum gildum. Þannig að formið okkar þarf að vera með nákvæmlega 2 reiti, sem annað þeirra heitir nákvæmlega username og hinn heitir nákvæmlega password. Og það mun vera síðan borið saman við gildin í töflunni okkar. Ok, þannig að við erum búin að segja að passport nota þetta. Síðan segjum við að strattið síðan nota og strattið notar þetta find by username, compare passwords til þess að athuga hvort að gildin sem komu inn passi við notandann sem fannst í gegnum þetta. Svo erum við með serialize og deserialize user sem við notum til þess að geyma notandann í sessioninu. Þannig að í sessioninu geymum við ekki allar upplýsingar um notandann, sem svo við varum að geyma bara fullt af einhverjum notanda upplýsingum á notandanum. En við viljum ekki geyma það allt í sessioninu, við viljum bara geyma í raun auðkennið. Þannig að við notum bara ID á töflunni sem auðkenni og setjum það niður í sessionið, og svo þegar notandinn kemur upp úr sessioninu þá er í raun flett upp eftir ID-inu með find by ID, og þeim notanda sem er skilað því er skilað áfram og við getum notað í appinu okkar. Síðan tökum við þessi 2 sem segja í raun Express appinu okkur núna að kveikja á passport og að nota svo passport gegnum session. En núna erum við komin með tengingu við þetta. Það er einhverja villir database URL. Já. Við erum bara að hafa það til þess að láta okkur vita ef það vantar. Og svo erum við með create user. Við erum ekki að fara að nota það, þannig við viljum bara gera svona. Og svo er þetta vitlaust, þannig svona. Þannig að nú eru 2 problems. Það er bcrypt. Aftur gleymum við að installa einhverju. npm install bcrypt. Hitt er að kvarta yfir þessu skrá. Þannig að við bara látum það eiga sig. Þannig nú getum við vistað, ekki sem þessa skrá, og ef allt gekk eftir þá ætti appið okkar að keyra og það er engin munur, bara nákvæmlega eins og við vorum. Við erum bara búin að víra allt þetta sem þarf til þess að víra til þess að við getum síðan núna búið til eitthvað sem leyfir okkur að logga okkur inn. Þetta er svona oft í forritum, þetta er svona boilerplate, svona fullt af einhverju svona busy work sem verður að gera en hefur engar sýnilegar afleiðingar. Þannig að það sem við þurfum að gera næst er í raun að búa til einhverja slóð sem leyfir okkur að logga okkur inn. Og við skulum búa það til með því að búa til eitthvað sem heitir routes. Og routes ætla þá að vera routin okkar. Það ætla að vera í raun slóðirnar í vefnum okkar. Og við ætlum að gera admin routes.js, og það sem er gott við að skýra eitthvað svona með lengri stöðum er að það getur hjálpa manni ef við nota command P til þess að fá þetta upp, að ef við skrifum upp admin og ég var til dæmis með admin eitthvað samansafn með einhverjum föllum, admin skema, admin eitthvað, en admin routes það er bara auðveldara fyrir mig að komast hraðar inn í skrána. Þannig að við svona optimisera fyrir finnanleika innan ritilsins okkar. Þannig að ég ætla að segja að þetta er í raun að fara að eiga heima routin fyrir þetta, og sér í lagi ætla routin fyrir þetta að vera login, og það ætlar að vera admin, og þá verður hugsalega eitthvað meira down the line. En login munur sína okkur formið og sjáum að búa til login ferlið, og admin munur sína okkur það sem admin má sjá. Svo erum við með aukalega í dæminu við erum með register, þar sem við getum þá aukalega búið til route sem að leyfi notendum að búa sjálfa sig til, og þá geta þeir búið sér til og þá getum við ákveðið hvað þýðir það. Ef við býðum til notenda er hann þá af þessari típu eða einhver annari, en við erum ekki að hugsa það hér. Ok, þannig þá ætlum við að fá láni þetta app post á login. Við ætlum að vera með logout líka, það er bara þess að útskrá notendan, og við ætlum að vera með þessa admin síðu sem er með þessi leyndarmál. Þannig erum við með þetta svona, en núna þurfum við í raun eitthvað við þurfum eitthvað passport authenticate, þannig að við getum í raun haft þetta svona, eða við getum haft þetta inn í app, en þá þurfum við aðeins að breyta í hvernig við erum búin að víra hlutina. Þannig að við ætlum að segja, ok, fine,
skulum setja þetta bara inn með öllu hinu, láta virka og svo refactora þetta, vonandi, þegar okkur gefst tími til þess. Þannig að við höldum áfram að bæta við hérna, setjum þetta bara hérna á eftir þessu. Og það sem að gerist þá, við postum á login og við authenticatum með local strategy-unni. Við erum með eitthvað message hérna sem segir okkur bara þetta gekk ekki eða gekk ekki og við redirectum eitthvað. Annars ef það gekk og við loggum viðkomandi inn, þá förum við inn á admin. En það er okkar fyrsta verkefni að útfæra þetta og þá í raun þurfum við get á login. Þá er það þetta hér sem að leyfir okkur að fá formið sjálft. Þannig ef við vistum núna, þá var einhver villa hérna, jú, við gleymdum þessu ensure logged in falli sem að við notum sem hjálparfall til þess að athuga hvort að það sé til einhver notandi nú þegar, hvernig hann ætti að logga sig inn. Þannig að setjum þetta, appið fyrir að keyra aftur. Ok, nú fæ ég route hérna sem heitir login og ég fæ þetta notandanafn og lykilorð. Og núna, ef allt gekk eftir, þá ætti ég að geta gert admin 123 og ég loggaði mig inn og nú er ég í raun þessi innloggaði notandi sem er að senda þetta cookie með hérna sem að viðheldur þessari innskráningu. En nú fer ég á forsíðuna og þá sé ég þetta, þannig að nú er þetta ekki tengt hérna en við erum komin í raun með þessa login virkni. Þannig að nú get ég farið, við getum farið á logout, þá loggaðist ég út. Ég get farið aftur á login og ég get slegið inn eitthvað vitlaust og ég fæ upplýsingar um að það sé vitlaust. Þannig að þetta er komið og það sem að mig langar þá núna til að gera er að geta lesið upp öll kommentin inn á þessari admin síðu. Ég get bara að sé hvað fólk er búið að kommenta. Það er bara að kommenta eitthvað út í eitthvað núna, en nú veit ég geta að sé það og hugsalega gert eitthvað við þau. Þannig að þá ætla ég að nota hérna og ég ætla að segja nota admin routes í það. Ég ætla að segja svo mikið sem loka þessu lokum hana hérna miklum háaðan. Þannig ég ætla að taka þetta fall hérna og ég ætla að færa það hingað, ég ætla að exporta það hérðan, ég ætla að átakna sér meira heima þarna en eins og náttúrulega og laga þá villum sem kemur hér, sem er að segja svona og það er lagi hérna. Svo ætla ég að bæta við sem sagt router innan þessa hér, þannig að við erum búin með þetta hérna, hendum við bara. Þannig að ég ætla að importa Express hérna. Ég ætla að exporta router hérðan. Og þá er raun tekið þennan router og ég tengi hann við þetta hérna með því að segja þá hérna og ég ætla að segja bara hérna admin og ég ætla að segja admin sjá router verður að vera fyrir henni upp segja as admin router þannig að ég geti fengið fleiri á endanum og ég ætla að breyta nafninu aftur hérna svona og svo ég ætla að taka í raun þessa hérna síðu og ég ætla að færa henni hingað og þá segi ég router.get þannig að núna erum við búin að skipta þessu upp og yfir hverju verið að kvarta já, þar af leiðandi þurftum við ekki lengur ensure logged in hér router not found in já, ég eftir að vista þannig að núna er þetta komið þannig að núna ætti ég raun að geta að fara hérna admin 123 cannot get admin
og þá núna út af því að ég er með admin sem prefix hérna, þá þessi hérna að resolve á admin, þannig að þetta virkar en ekki hitt. Þannig að við leysum það bara með því að fjarlægja þetta og þá erum við svona að segja að þetta er svona undir rát, þannig að þetta býst við að vera bara sett einhvers staðar og við rátum síðan út frá því. Þannig að núna ég komin með leið til þess að bæta við þessum admin ráts hérna og það fyrsta sem ég ætla að gera er bara að taka og búa til eitthvað admin view og þá fyrir við aftur inn í þetta EUS og þá erum við með þetta form okkar hérna og ég ætla að inklúta footer og ég ætla að inklúta header og ég ætla að segja bara hello admin og nú fæ ég einhverja villu, ég ætla að vista en nú sjáu ég, nú reloada ég og það loggaður út og það sem að gerast núna að sessionið okkar sem við erum að tilgreina og við erum að búa til hérna uppi bara geymt í minni sem þýðir það þegar að prósessin okkar restartar þá hreinsast minnið sem að prósessin var notað eða það verður ekki lengur að sæna á þetta og þá verður nýr prósess með nýjan heap, með nýtt minnisvæði sem við verðum að nota og það session tómt. Það session á enga vísun í hitt sessionið. Þannig að við erum bara með session í gangi svo lengi sem að serverinn okkar keyrir sem er alltaf afskaplega lélegt session. Og við munum sjá þegar við skoðum Redis leið til þess að láta Redis sem svona in-memory store, það svona eins og gagnagrunnur en samt ekki. Það í raun bara einhver forrit sem keyrir og geymir svona alls konar upplýsingar, til dæmis session upplýsingar, til dæmis kassaðar upplýsingar, eitthvað sem við erum búin að reikna út sem tók langan tíma, við getum geymt það bara í Redis. Þá þetta oft hugsað sem svona hlutir sem eru ekki hlutir eins og gögnin í gagnagrunnum okkar sem við viljum alltaf eiga og alltaf hafa bara rock solid. Þetta eru hlutir sem við geymum svona mætti hreinsast út. Það væri leiðilegt en það væri ekkert katastrófist. Þannig að þegar þið að vinna í þessu og að nota session að verið búin undir það að þið loggist út á einhvern tímapunkti og þá það ekki ykkur að kenna, þá það bara út af því að prósessin ykkar restartaði. Ok, þannig að við erum með hérna hello admin, við erum ekki búin að laga þetta en við förum hér og við ætlum að segja res render admin og við sendum engin gögn eins og aftur, lokum inn nú fáum við eitthvað hérna, ok, þetta flott hún finnur ekki title af því við þurfum að bæta við þessum gögnum en nú erum við komið með þetta hérna að tengjast en nú getur líka sagt, ok, ég nenni ekki alveg að vera að díla við þetta hérna þannig ég ætla bara að taka út þessa tryggingu hérna að það sem að sækir admin verða að vera innloggaði notandi já, og svo ætlum ég líka að laga þetta og segja title að vera admin svæði. Ok, nú þetta komið og nú þarf ég ekki að logga mig inn. Og þannig er raun komin aftur á þennan stað sem að ég svona öryggis mögulegur eða bara mjög alvarleg öryggisvilla að ég ekki með neitt sem vísa mér á þessa slóð. Ok, segjum sem svo að vera login takki hérna og ég fer að gera login og ég fer hérna í raun eitthvað ASDF nótmenn vitlaust. Ok, svo loggaði mig inn vitlaust, nei, rétt komst inn, geggjað nema, ég ekki að staðfesta það áður en ég birti þessi gögn að það sé til staðar notandi sem að megi birti þessi gögn ég bara að tryggja það að þetta loginferli endaði með mig þarna þannig að við erum með svona ótrúlega lítið að því virðist sem vantar það vantar bara að staðfesta þetta hérna milli áður en ég birti eitthvað en þetta bara mjög algeng villa að það sé á einhverjum stað af því að við erum með eitt rát þarna en við getum ímyndað okkur ef það eru tugir ef ekki hundruðir af rátum fyrir alls konar hluti sækja gögn, vistagögn, sækja skjöl, sækja myndir, sækja hitt og þetta í stóru vef-applikationi að það gleymist þetta á einum stað og ef það gleymist á einum stað þá hugsanlega ertu búin að opna fyrir það að einhver komist inn á eitthvað sem að viðkomandi á ekki sjá og hugsanlega geti einhvern veginn gert eitthvað meira með þær upplýsingar og einhvern veginn brotist meira inn í kerfið okkar.
Þannig að þetta svona, þetta tölvur að gera bara nákvæmlega það sem við segjum þeim. Ef við segjum þeim ekki að tjekka þetta ekki, þá tjekka þetta ekki. Þannig að við viljum hafa þetta þarna, en nú tókum við þetta út af því að það er þægilegt. Og margar öryggisvillur verða til vegna þess að við gerum eitthvað í núinu sem er þægilegt, en er í stóru myndinni óþægilegt eða óæskilegt. Hver kannast ekki við að gera það? Þannig að við ætlum bara að reyna að muna eins og við getum að laga þetta seinna, en nú ætlum við reyna bara að einbeita okkur að því að birta þessi komment. Þannig að við erum komið með einhverja leið þarna til þess að lokka okkur inn, til þess að birta þetta, þetta er alveg fínt þarna. Þannig að næsta sem við þurfum að gera er að selekta upp þessi gögn. Þannig að við erum að fá þessi komment okkar. Og þá erum við með þetta sama, við erum með hérna, búa til já, þetta átti nú ekki að fara, ég var nú eitthvað yfir mig æstur við að refactora áðan. Þetta ætti að vera vissulega hérna. Svona. Einhverju hugmyndi sem, ég man ekki, ég var eitthvað að reyna að segja eitthvað. Já, svo við getum sett þetta hér, svona. Það kemur ekki með villu hérna. Export const. Með þetta tvisvar. Já, með þetta hérna. Svona. Og svona, lögum hérna, lögum allt sem við brutum. Hér brutum við eitthvað meira. Stacked export. Nú erum við að laga hér, við erum að importa create comment. Svona. Ok, nú erum við komin á réttan stað, þannig að allt er rétt. Þannig að hérna, ef við höldum áfram með þessa pælingu að aðgerðir sem við gerum á móti gagnagrunninum ætti að vera á einum stað. Það er þetta að vera þarna þar sem við getum í raun safna þeim saman og horta á og skoða okkur hvað er að gera á móti gagnagrunninum, það er bara skipulagt. Af því að ef við förum og tökum þetta og setjum það hér, tökum svo einhvern annan part, setjum einhvers staðar annars staðar, og svo komumst það að við ætlum að breyta aðeins hvernig við loggum okkur inn í gagnagrunnin eða hvernig við framkomum query. Og ef það er eitthvað svona, það er ekki endilega að við erum að breyta API-inu eins og þessu query fallið eitthvað, við erum bara að breyta einhverju öðru, að ef við erum með þetta út um allt, þá eru líkur á því að við gleymum einhverjum part af því. Þannig að við ætlum að halda okkur við það að gera þetta. Þannig að á sama hátt og við erum að búa til kommentið þannig, þá ætlum við bara að lesa þau upp. Kommentin. List comments. Og við þurfum í rauninni ekki að taka við neinu, þegar við ætlum bara að taka við öllum kommentunum. Þannig að við ætlum að segja bara eitthvað query sem við ætlum að keyra. Það ætlum að vera select stjarna bara from comments. Svona. Við viljum bara svona. Svo gerum við þetta bara eins og hérna. Við erum ekki með nein values, þannig að þetta er bara rosalega basic. Bara við að framkvæma þessa select skipin sem við gerum í PSQL clientum áðan til að sjá að það eru komin eitthvað comment, við ætlum bara að keyra ykkur um kóða. Nema hér fáum við tilbaka þennan query array result og við ætlum bara að skila rows hérna. En það er svona subtool villa þarna, já, ekkert svo subtool kannski. En við komum þá aftur hérna, það gerist ekki neitt, en þegar við erum ekki að gera neitt við gögnin. Við getum farið aftur hingað. Nú erum við gefið svona kall í þetta. En nú ætlum við að segja comments er await list comments. Við þurfum að gera þetta hérna async. Og þá kvartum við bara yfir því að þetta er bara aldrei notað. Þannig við ætlum að henda þessu áfram í templateið okkar. Við ætlum að taka í templateinu okkar og við ætlum að segja hérna comments for each comment. Þá ætlum við að gera eitthvað við þetta comment og þá er þetta þessi EUS syntax hérna. Svona. Þá ætlum við bara að nota UL-lista og og segja svo hérna name comment.name.
Ok, við erum með villu. Comments is not defined. Aftur, ég glemdi að lista allar skránunar mínar. Nú krassaði bara raunin. Þá bara krassar hann út af því að ég var með einhverja villu einhvers staðar í því sem hann var í async og sjá, internal errors cannot find module db nei, þetta er bara þetta er ekki að vera svona katastrófist sko. Svona ok, svona, það var komið þá erum við ekki eins og með hennar villu en nú aftur sjáum við þennan þessa fallegu skiptingu hérna fyrir kommentin okkar tóma kommentið sem var áður en við validetuðum og síðan kommentin sem ég setti inn sem test og núna út af því að ég er með þetta svona hérna að núna ef ég geri einhverja villu hérna eins og ég geri svona og ég er í lóta nú krassar þetta út af því að það er vill í þessu það er út af því að við settum einhverja töflu sem er ekki til við fáum villu hérna sem sagt svona comments x relation er ekki til og þegar við gerum villu hérna skrifum við vitlaust töfluna og við höfum bara að segja hérna þetta er að passa upp á okkur þetta er að hérna þetta er að try catch allt sem við erum að gera en það skilar null ef eitthvað gerist þannig að við erum að fara hérna inn við erum að keyra þessa línu við erum að lenda í þessu hérna við erum að logga þetta út hérna unable to query og við erum að gera return null þannig að hér er comments null hér er comments null og svo segjum við null.rows og við fáum null exception við erum með bara hérna referensum eitthvað sem er ekki til og fáum cannot read properties of null reading rows en hérna þurfum við að vera með einhvern varnagla if result þannig bara það kom tilbaka eitthvað truth í gildi sem er sér í lagi þá ekki null þá skilum við því annars skilum við bara tóma fylkinu þá ef við gerum þetta þá fáum við engin komment og þá getum við gripið það hérna og við getum sagt if comments length jafnt og 0 þá ætlum við að setja bara engin comment svo getum við sett hérna bara else digg þessi ykkur nei Jesus svona engin komment, lögum millum okkar fáum kommentin yey ok, nú erum við farin að birta gögnin sem við erum að taka við frá framvindanum og framvindin var þannig að við tókum bara við öllu þannig að þá hérna þannig að þá get ég núna farið að gera eitthvað svona eins og ég get farið að gera hérna eitthvað svona og við erum með eitthvað dólg þá kemur hérna, haha ég var búinn að sjá fyrir því hérna þegar ég copy-pastaði eitthvað sem ég sá fyrir því og það sem er að gera það er þetta sanitation skref en við vorum svolítið mikið að fókusa á þessa validation seinasta tíma þar sem við vorum í raun að passa upp á það að hérna gögnin sem fara inn séu þau passi við eitthvað ákveðið validation það er eitthvað ákveðið hérna að lágmarki 1 að hámarki eitthvað annað síðan er spurning hvað voru við eitthvað að hreinsa þetta? Nei, við erum ekkert eitthvað að samtessa þetta hvað já, þá erum við þarna er okkur bjargað af EUS það sem að EUS gerir er í raun að segja, heyrðu, þetta er mjög algengt vesen að fólk sé að lenda í hérna
í injection árásum. Þannig að þegar við notum jump dog þá auto-escapear hún öllu. En stundum er það ekki það sem við viljum. Og þá getum við notað hérna eitt strik og þá hleypum við þessu í gegn. Þannig að þarna erum við með, viljum við sanitæsa þetta þannig að þetta fari ekki svona inn í gagnagrunninn. Af því eins og þetta lítur út í gagnagrunninn núna í dag er bara HTML. Þannig að við erum bara með hérna þetta. Þetta eru svona óöruggt gildi. Af því að þetta er svo sem allt í lagi. En ef við setjum eitthvað eins og þetta klassíska script alert 1 sem á að sýna okkur að við séum í raun með XSS, þá er hún allir komin hérna. Þannig núna er ég að keyra kóða inn í einhverju admin-svæði sem einhver ætti bara að geta séð þegar að búa að authenticata sig. Og þarna vill svo til að EUS bjarga okkur, en það er heppni, það er ekki explicitly eitthvað sem við vildum passa upp á. En þarna vantar okkur að passa upp á það að við séum ekki að taka mót einhverju sem að getur opnað þetta og valdi því að það sé hægt að óna alla administratorinn okkar. En til þess að laga þetta þá ætlum við að bæta við einum pakkanum, gerum það bara hérna og hann heitir XSS og ef við skoðum hvað hann gerir, hvað hann er, hann sanitizer untrusted HTML og þetta er bara mjög einfalt svona í sínu einfaldustu mynd er að þetta bara er svona og þetta tekur við einhverjum streng sem gæti innihaldið XSS og escapear því, breytir því þannig að það sé ekki lengur hérna XSS og af því það eru mjög margar leiðir til þess að búa til svona XSS streng og að vera að tjekka bara eitthvað byrja á skript er ekki að fara að bjarga ykkur neitt. Þannig að það þarf raun að vera með miklu víðtækari svona lista af hlutum sem geta brotnað og þá er gott að nota eitthvað svona pakka. Þannig að þetta er bara pakki sem við ætlum að nota og nú er hann komin inn hjá okkur og þá áður en að við vistum gögnin þá ætlum við að bæta við þessu svona sanitation og það ætlum við að keyra hérna og þá ætlum við að hoppa og fá að láni stilaði úr hérna og við erum með eitthvað það var eitthvað svona validation sem var að nota hérna þannig hérna erum við með sanitize já, ok, svona og svo ætlum við að segja body name custom sanitizer hann tekur við value hann skilar value-inu sanitized þannig að það ætlar að skila því inn svona og við ætlum að taka þetta og setja það bara hérna eftir þetta þannig að áður en við setjum inn í gagnagrunninn þá ætlum við að skrúbba gögnin af öllu því sem gæti hugsanlega verið hérna óþægilegt fyrir okkur og þá er það hérna að normalisera e-mailið yfir okkar form þannig að það fjarlægir eitthvað ákveðið við ætlum að taka name og við ætlum að XSS checka það en nú erum við að passa okkur að þetta á við bara alla reytun okkar þannig við þurfum bara að gera þetta fyrir allt sem við erum að vista en það er e-mail og comment nú setjum við þetta inn og þá förum við hérna og við reynum að skrá þetta gat ekki búið til athugasemd hvað er að hjá okkur núna value too long for type character varying 32
Þannig að núna við það að gera þetta þá sprengdu við skemað á nafninu. Þannig að nafnið script alert 1 er of langt. Þannig að ef við setjum bara eitthvað hérna x þá sjáum við líka þess að nú fáum við þetta tilbaka hérna sem sanitizaða gildið. Við sjáum að sanitationið okkar virkaði en villan er að koma fram eftir þetta hér, þannig að við fáum ekki í raun body eins og viðkomandi slóða inn. Þannig að þetta er ekki svona ideal en við látum þetta liggja á milli hluta eins og er og sjáum hvað gerist þegar við setjum þetta aftur, þetta er of langt. Þannig að núna er ég hérna, ok, hvernig á ég að breyta lengdinni á þessum dálk? Þetta gengur ekki. Þannig að þá getum við nota núna og það er oft gott til þess að þurfa ekki að vita nákvæmlega og fara að skoða í Postgres nákvæmlega hvernig að fara á hverju skipinu til þess að allt er einhverjum dálk í einhverju töflu. Þannig að stundum þá getur maður farið svona og breytt þessu hér. Þannig að ég ætla að gera það. Því ég man ekki hvernig maður gerir þetta. Og þá ætla ég að fara hérna og finna töfluna sem var VF2 blog hérna. Table comments, properties, columns, name. Ég ætla að stækka henni hérna upp til 64. Ég ætla að vista hana. Ok, þannig að þetta er bara komið. Ég get líka sagt hérna columns upp í 128, farið í SQL, þá get ég séð hérna, ef ég sagði að það er 123, þá get ég fengið SQL sem þetta er að fara að keyra. En þetta er það sem ég þarf að keyra núna á töfluna mína ef ég ætla að altera töflunni sem er núna til staðar á keyrandi kerfinu mínu. Þannig að gerum það, tökum við þetta og þá þurfum við einhvern veginn núna að fara að halda utan hérna. Ég ætla að setja hérna í skema, muna að keyra. Þá er þetta þarf ég að keyra því annars er orðið ósamræmi á milli skemans míns sem er á keyrandi gagnagrunnum sem það er núna, gagnagrunnum sem ég er með hérna með 32 og svo hérna það sem er keyrandi út í skíinu. Þannig að gerum svona, förum núna hérna svona þá getum við aftur farið hérna og skoðað að núna erum við að vista niður í gagnagrunninn sem sagt sanitizaða útgáfu af þessum gögnum. Þannig við erum ekki, ef einhver lesir þetta og vart upp og birtir þetta óhreinsað þá er það ekki að fara að valda einhverju öryggishóli. Við skulum taka okkur smá pásu til 16:40 og halda það áfram.